Hugarflug handverk yfirskrift málþings málefni handverksfólks. Það verður haldið í Kvennaskólanum á Blönduósi. Þetta svæði, Norrland vestra, þekkt fyrir handverk. Veistu hvers vegna? Ég get nú kannski ekki sagt hvers vegna, en handverksmenning á Norrlandi vestra gömul og rótgróin. Og til dæmis í dag örugglega eða yfir 100 handverksmenn og konur sem að framleiða handverk og selja fyrir utan alla aðra sem að gera þetta fyrir sig og sína. Þannig að þetta vaxandi atvinnugrein hér á svæðinu og á Íslandi öllu? Já, þetta það. Það eru haldin námskeið fyrir handverksfólk. Og hér auðvitað margir handverkssölustaðir eins og Alþýðulist í Varmahlíð og Barthús á Hvammstanga, Langafit á Laugarbakka, Djásn og Dúlleri á Skagaströnd, Gestastofa Sútarans og ýmsir fleiri. Svo mætti lengi telja. Já. En þetta á einhverjum tímamótum, hver hvatinn að því að þið haldið þetta málþing? Það kannski bara, nei. Í raun og veru engin sérstök tímamót, en menningarráð Norrlands vestra, handverksmenning hluti af því hlutverki sem menningarráð Norrlands vestra þarf að gegna og því kom upp sú hugmynd að halda málþing handverk á svæðinu þar sem að yrði farið í þau málefni sem að handverksfólk hefur áhuga á og kannski þarfnast að ræða gæðamál, verðlagningu, framsetningu vörunar, skattamál jafnvel og leyfismál og þörfina fyrir ráðgjöf, þjónustu og svo framvegis. Og við fáum þarna góða gesti líka, auðvitað kemur handverksfólk heiman af svæðinu til með að koma þarna að tala og segja frá sér og sínum en svo fáum við góða gesti. Hverjir að koma til ykkar? Við fáum góða gesti eins og til dæmis Sunnöfu Hafsteinsdóttur frá Handverk og hönnun í Reykjavík sem hefur áratuga reynslu af ráðgjöf og þjónustu. Við fáum Kristínu Gunnarsdóttur frá Ullarselinu á Hvanneyri og Rítu Bakk sem handverkskona úr Borgarfirði til að deila reynslu sinni með okkur og svo auk heimamanna. Nú Blönduós oft nefndur safnabærinn, það þá kannski ekki tilviljun að þetta fer fram þar? Já, Blönduós, já, til dæmis heimilisafnið út af miðstöð textíllistar á Íslandi má segja og textílsetrið þjónustu setur fyrir textílfólk. En auðvitað handverk ekki bara textíl. Við höfum bæði í byggðasafninu á Reykjum og í byggðasafninu í Skagafirði ýmsa hluti bæði úr textíl og tré og járni sem en þangað getur textílfólk farið, náð sér í hugmyndir, þróa þær áfram og fundið sér nýja farvegi í listinni. Svo þetta leður og skinn og annað sem nýtt. Horn og bein vinsæl, það haldin námskeið í vinnslu og nýtingu þeirra, þannig að það margt í gangi.